halló. Jæja, góða kvöldið og velkomin á leik vestra. Góða kvöldið, halló. Heyrist ekki neitt. Halló, þarna. Jæja, góða kvöldið og velkomin á leik vestra Snæfells. Við byrjum á útiliðinu. Númer 4, Ísak Örn Baldursson. Númer 5, Viktor Brímir Ásmundsson. Númer 6, Dominíkas Subkaskus. Númer 7, Benjamin Ómar Kristjánsson. Númer 8, Rúnar Þór Ragnarsson. Númer 11, Tómas Helgi Baldursson. Númer 13, Kristófer Kort Kristjánsson. Númer 21, Darrell Flake. Númer 66, Ellert Þór Hermundsson. Og þjálfari liðsins Vladimir Ivankovic. Númer 2, Ingimar Aron Baldursson. Númer 4, Hilmir Hallgrímsson. Númer 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. Númer 7, Júre Gunja. Númer 8, Helgi Snær Bergsneiðsson. Númer 9, Nebojša Knežević. Númer 10, Egill Fjölnisson. Númer 11, Rúnar Ingi Guðmundsson. Númer 12, Hugi Hallgrímsson. Númer 13, Guðmundur Auðun Gunnarsson. Númer 14, Adam Smári Ólafsson og númer 15, Nemanja Knežević. Þjálfari liðsins Yngvi Páll Guðlaugsson og dómari kvöldsins Georgia Olga Kristjansen og Sigurður Jónsson. Máttu endilega lækka í mér? Alla, missaði hann. Jæja, góða kvöldið. Góða kvöldið. Velkomin á leik Snæfell Vestra. Já, heyrist alveg í mér. Já, ég heyri alveg í þér. Mátt aðeins sækja í bald. Heyrið þú vel í mér? Já. Já, það er gott. Jæja. Steingleymt að segja að ég sé að kynna heimaliðið, en ok. Ég held að allir hafa átt að segja ágætlega á því. Já. En já, við erum hérna tveir komnir að lýsa þessum leik. Baldur Ingi og Krzysztof Duda. Þetta er í þriðja skipti sem að liðin mætast í vetur. Fyrsti leikurinn var hérna heima og hérna á Ísafirði og þar sem að Vestri fór með nokkuð öruggan sigur, 80-47. Já. Og leikur nr. 2 fór fram í Stykkishólmi og þar unnu Vestramenn með 19 stöðum, 91-72. Þannig að svona samkvæmt öllu og með við stöðu liðana í deildinni þá ætti þetta að vera tiltölulega léttur sigur fyrir Vestramenn. En ég er nú nokkuð viss að Snæfell líka koma með gott sjálfstraust í þennan leika því að þeir unnu sinn fyrsta leik í síðustu umferð. Já. Á móti Sindra. Það er alveg fyrr leikur. Hvað var það? Unnu Sindra. Já, unnu Sindra 89-79. 79, já, einmitt. Mjög fínn leikur þeim. Fyrsti sigur á tímabilinu. Já. Snæfells liðið skipað mjög ungum og efnilegum leikmönnum eins og Vestralið líka að hluta. Yngvi þjálfari var að segja með það eru að ég held 5 leikmenn í Snæfellsliðinu sem eru í drengjaflokki. Já. Og það er að vera 1 eða 2 í byrjunarliðinu. Þetta er mjög ungt lið, þetta er sérstaklega Snæfellslið. Þetta Snæfellslið er sérstaklega, þetta er yngsta liðið í deildinni, myndi ég að segja. Já, ég held að sé. Ég er alveg 100% viss á því. Það er alveg örugglega hægt að fullyrða það, lægsti meðalaldurinn. Allan að þetta bæði mjög ung lið. Mjög, já. Ungt og efnilegt lið. Nú þjálfari Snæfells, hann er nú engin aukvisi, hann er Vladimir Ivankovic. Gríðarlega reyndur þjálfari, hefur búinn að vera í þessu í áratugi. Að nálgast 3. áratuginn held ég. Og hefur þjálfað á
öllum levelum, má einnig að segja. Þannig að þar býr mikil reynsla og hann á örugglega eftir að ná góðum hlutum út úr þessum strákum. Já, ég trúi því. Já. En byrjunarlið Snæfells er númer 4 Ísak Örn Baldursson, númer 21 Darrell Flake, númer 10 en það kemur ekki á skýrslunni hjá okkur. Það er númer 10, það er Aron. Það er vitlaust, það vantar hann á skýrslunni hjá okkur. Já. Það er eitthvað vitlaust, já. Númer 6 Dominikas. Er ég að gleyma ykkur númer 8 Rúnar. Byrjunarliðið vestra er númer 12 Hugi Hallgrímsson, númer 4 Hilmir Hallgrímsson, bræðurnir, númer 7 Gunja, Júre, afsakið, númer 15 Nemanja og 9 Nebosja. Nú byrjum við. Ef þú getur lækkað aðeins í mér, Gummi. Svona, þetta er fínt, takk. Eða byrjum við aftur. Þá hefst leikurinn. Já, við byrjum með það. Vestramenn á boltanum. Hilmir, Júre. Þetta verður gaman. Gaman að þessu. Hvað er skemmtilegra á... Júre gerir vel. Klárað, léttur stig. Við dræfaði baseline og varnarmaður hans fekk enga hjálp. Þannig að þetta var bara auðvelt layup. Já, og Vestri byrja bara strax í 2-3 svæði. Þetta svæði er búinn að virka mjög vel. Já, bara... Það er alveg að segjast. Númer 10 í skot, hann Aron. Aron í þryggjastarskot. Við getum alveg búist í því að sjá nokkur þryggjastarskot hjá Snæfells mönnum hérna. Flott ról, blokk Darrell. Með síðasta leik hérna heima þá tóku þeir ansi mörg skot og ekki ástæðulausið. Þau voru oft bara mjög opinn. En þeir náðu kannski ekki alveg að setja jafn mörg eins og þeir hefðu viljað. Nemanja, Hugi, fín sending hérna. Flott sending og villa. Þú skot. Þetta var bara fín villa. Náttúrulega Ísak minni leikmaður. Er þetta að hafa svona stórmann á sér eins og Huga? Já. Þetta var góð villa þess að hann gaf honum ekki færi og skoraði auki. Sko. Hugi Hallgríms, fín vítaskeyta, 66%. Setur fyrir að vitið. Og sérna. Bræðurnir Hugi og Hilmi voru valin í U16. Við viljum óska til hamingju með það. Já. Flott afrek. Flott sending inn, nummer 8. Fín vörn hérna. Glæsileg vörn. Nebo, flott sending á Huga. Já. Þetta var virkilega vel gert. Ég var tilbúin í þróttlega. Fín vörn. Glæsileg vörn. Nebo, flott sending á Huga. Já. Þetta var virkilega vel. Þarna fær... Flott skot, flott frákast. Það fekk Rúnar Galop í skotin. Júre ákveður beint upp í þrist. Klikkar, Nemanja, nei. Frákast nummer 6. Hann er með Dominikas. Dominikas nær. Hann keirir bara alla leið. Klikkar á leiðbyrju. Hann vildi fá villur þarna. Þetta var hreint blokk. Kanski, já, ég sá það ekki almennilega. Já, það er... Og timeout. Það er tekið leikli. Skiljanlega, hann er ekki sáttur með þessa byrjun. Þetta var allt og létt. Já, þetta var allt og einfalt. 8-0. Glæsileg byrjun. Það er alltaf greinilega bara að keyra á þá. Vestramenn. Það var bara flott í að maður klára á bara í fyrsta leikluta öðrum og hafa svo aðeins meira pásu. En ég trú alveg að Snæfell stíga aðeins meira upp fyrir sig. Já, það má alveg búast í því. Alveg 100% viss. Nú er svona wake-up callið búið, sko. Já. Mæta þær á fullu krafti. Gæti ég alveg trúað. En þetta er náttúrulega ekki gaman að fá 8 stig í röð á sig. Nei. Mjög erfitt að bara í byrjunum að fá 8 stig á sig. Bara í röð, ekkert, þú veist, ekkert spennandi. Þetta er ekki kjöraðstaða. Nei.
En það má alveg búist við svona hröðum leik. Það minnst að kosti svona í fyrri hálfleik, gæti ég trúað. Svo, er spurning hversu mikið menn fara að rótera á bekknum og svona. Ég vissi að Inga hefur verið duglegur að rótera á bekknum. Já, ég get alveg trúað því. Þarna einhver áhorfandi sem að vildi endilega taka þátt. Þessi tilbúin í fótbolta. Já. Hann er bara marki. Já, hann er tilbúin að verða þetta. Með 10 Aron, Ísak núna. Og nú er Fleik komin inn á. Reynsla upp á nokkur ár hérna. Já, fín boltahreyfing, fín drive, en það er ekkert grín að fara inn í teginn. Nei, bara stór menn sko. Nemanja á huga, flott þristur, klikkar, skotklukka, glæs eða ekki frákast. Aron, vel feikað. Þeir eru pínulítið hikandi svona. Þeir eru mjög stressaður. Sjáu, ég hef alveg búist við að þessi fyrir honni. Það er svona dæmigert skot fyrir Fleik. Það gal opinn. Júre, Sandra Nebo. Já. Brotið á honum. Mjög fínt. Snæfellsliðið eru mjög stressað. Já, þeir virðast að vera svolítið hikandi. Svona, þeir dræfa inn og stoppa og í staðinn fyrir að keyra bara á körfuna þá stoppa þeir og líti í kringu sig og leita sendingunni. Já. Í staðinn fyrir að vera að keyra á og einmitt sækja villuna kannski. En það er náttúrulega ekkert grín að fara hann inn, sko. Nei. Mæta sér einhvern rúmlega manni upp á 205. Já. Í miðunni. Ísak. Aron, Fleik. Já, fótur. Þeir eru svona að reyna að finna einhverja glufur en gengur illa. Það er bara góður hreyfanleiki í vörninni. Já. Sum lið hafa ekkert svar við þessari svæðisvörn hjá vestra síðustu leikina. Þegar hún gengur, þegar menn allir svona á sömu blæsi. Og blokknefmann, já. Já. Hann er krákast niður. Það er ekkert skrítið að þessi pínlítið svona hikandi þegar það er... Já, ég trúi því, sko. Þegar það er búið að vera blokkaðir. Fyrstu 2 stig á Dominíkas. Júre. Hættir við. Sendi fín boltarheyfing. Galopin, hugi, þetta er bara virkilega flott boltarheyfing og endar með þristur. Galopin þristur. Þetta er bara virkilega vel gert. Svona á að gera þetta. Bara hreyfa bolta. Finna, opna mannin. Og nú kemur skrín hérna. Aron. Nei, þetta er ekki Aron. Þetta er Dominíkas. Sko, ég sér það. Þetta er frábær sending hérna. Glæsileg sending. Já. Fyrstu 2 stig. Sko, ég sér það. Þetta er frábær sending hérna. Glæsileg sending. Fyrstu 2 stig. Dominíkas. Aron. Allir virkið, já, hann keyrir. Já, þarna er hann duglegur. Já, þetta var bara vel gert. Sótti þetta villuna. Ákveðinn. Keyrði á þetta bara. Það er svolítið sem þarf að gera þetta. Sjálfsögðu. Fyrsta villan fyrir vestra fer á Júre. Og Aron setur fyrir vítið niður. Sestu 4% vítaskita. Og setna líka. 15-4. Ágætis byrjun á vestra. Já, 4 mínútur liðnar á leiknum. Nemanja doppeltíma strax. Hilmið beint upp í þrist og setur þetta. Þetta er alltaf létt. Þetta, núna lenda Snæfellsmenn í vandræðum. Þeir mega auðvitað ekki skilja menn eftir fyrir utan. Ef að menn halda áfram að hitta svona. Nei, ekki skilja neitt fyrir utan, en ég alls ekki heldur skilja Nemanja með sínum einu manni niður. Það er vandamálið. Akkurat. Þeir þurfa að fara að velja sér pick their poison, eins og kallum það. Flott sending, Nebo. Glæsilegt hvað ég vil. Nei, ég huga að missa boltan. Þessi flott sending. Snýri sig eitthvað smá hana.
Allana Aron. Flottur, ágætis boltarhreyfing. hérna. Leik, já, boltin út í horn. Já, hann stígur út af. Óheppinn hann það. Dominíkas. Nebo. Já. Júre. Nebo aftur. Já. Nemanja. Finnur sér léttastöðu. Glæsilegt. Já. Brotið á honum. Hann ætlaði sér hérna á körfuna, það var alveg ljóst. Þó svo hann hefur double tímaður. Honum alveg sama, hann bara. En mér sýnist þeir alltaf samt að halda því áfram bara, tvöfald á hann. Já, já. Treysta því að menn hitt ekki jafn vel áfram fyrir utan. Nefnir 36% vítaskita. Máli skilja hann hana út af, eða fyrir utan 3 stiga línuna. Samt ekki, en bæðivitinn, 26 og Aron. Dominíkas, Aron. Þau eru mikið í því að keyra inn og senda boltan út, leita á þessu þristur. Aron, þristur, af. Aðst og langur. Ég held að Yngvi hefði hann bara örgulega gengið út frá því með við svona síðustu leikin og vill á Ísak. Og í rauninni 3 stiga nýtinguna hjá Snæfelli í heild sem í kringum 20%, rétt rúmlega 20%. Hann ætla bara að leyfa þeim að skjóta fyrir utan. Já, ég trúi því. Ekki beint leyfa þeim, heldur svona láta á frekar skjóta þaðan. Heldur en Hilmir annar þristur. Eins og langur. Hilmur. Upp í tvistinn. Klúrar þristur. Frákastinu sjálfur. Það stíði út. Ísak. Flott kott. Þetta var lesið fyrir löngu síðan sko. Nei. Stuttur. Já, og hann nær frákastinu og klárar þetta. Þetta er létt. Sterkur. 22-6. Flott sending. Fín hreyfinga. Darrell upp í tvist, klúrar. Leik, já. Ná einn frákasti. Flott feik hjá Ísaki hérna. Þetta var vel gert hjá honum. Þetta var flott hreyfing. Feikaðan huga upp og sótti kontaktið og kláraði. Og hæði skipting á vestra. Aron. Ingimar inn fyrir Hilmi og Gulli inn fyrir Huga. Flott byrjun á strákunum. Já, ljómandi fínt. Ísak. Klúrar. Klikkar á vítunum, nei. Darrelnar frákastið. Já. Hann dræfar, já. Pínlítið svona hikandi. 2 sekundur og það er skotklukka. Hey, eigin frákasti, hvað er í gangi? Þetta var magnað. Náði að setja hann í hringinn. Dominíkas. Beint upp í þristinn. Og hann setur hann, já. Hann mátti alveg búast við einu svona. Já. Menn þurfa að byrja að stíga betur út. Já, það er hvert frákast er, já, frábærlega gert. Já. Og einn víti líka. Give and go. Flott hreyfing, góð sending. Fín sending, gólsending. Menn mættu taka sér þetta til fyrirmyndar. Þegar það fer að þrengjast í teiknum og menn að kötta, senda gólsendinguna frekar heldur en hitt. Aron. Já, fín. Dominíkas. Já. Og sending. Þetta er vel varið þarna hjá Nemanja. Þetta hlýt. Og hann klárar þetta leif. Nei. Lind. Eða hérna á frákastinu og beint á póstinn. Þeir verða doppeltíma. Fín hreyfing hérna og já. Vá. Hann bara flög hann undir. Þetta vill að karfa góð. Datt hann niður
Nemanja en ég var alveg smá stressaður. Já. Ekkert spil sem líður ekkert vel ef hann dettur niður svona á gólfið allavega. Víti. Nei. 75% vítaskipta. Fá allir hroll þegar það gerist. Já. Með meiðsli sem hann lenti það í. Meiddist náttúrulega, það ekki múti Snæfelli síðasta tímabil. Það var það múti Snæfelli? Já, ég manna ekki. Eiríkur Nóvis. Allir ekki staðfesta. 28-11. Aron, Ísak. Dominíkas. Missir boltan. Vesti búin að missa boltan. Hefðu átt að fara í skota hana bara. Þeir eru mjög óvissir hvað þeir eru að fara að gera. Já, kemur þryggjastæða skot. Gott frákast til Gulla. Júri kemur þetta upp boltan. Já, stillu upp. Róli hittunum. Gefa þessi tími í þetta. Já. Skrítið skrín. Þetta kemur skotið. Og beint upp í. Þeir ná frákastinu. Gulli duglegur, flott innkoma. 2 frákast. Og núna kemur Ingimar við þristum. Já, flott. Þetta líst mér lág. Vel gert. Þetta er svo einfalt þegar þetta er vel útfært. Það getur bara verið stundum snúið að átvara þetta vel. Við sjáum líka sko að vel gert hjá, ekki nógu vel gert. Það sem maður hefur tekið eftir hjá vestramönnum er að já, frábær sending. Þetta er létt. Og bara sniðskot. Ekki nógu vel gert. Það sem maður hefur tekið eftir hjá vestramönnum er að já, frábær sending. Þetta er létt. Strax. Þú sér það sko að það sem að er að skila þessu svolítið hjá vestra er að langur þristur. Flott frákast Nemanja. Þeir eru að fá tíma til þess að athafna sig. Eins og í leiknum á móti Hetti sem að fór illa hjá vestra þá fengu þeir mjög lítinn tíma til þess að athafna sig og það var alltaf verið að ýta þeim út úr hlutunum. Já. Núna fá þeir kannski aðeins meiri tíma. Enda Dominíkas. Skot. Flott frákast. Þetta er 4. sólafrákastið sem Snæfell nær. Já. Inn út. Klikkar hana. Þeir skynsamir stilla upp í síðasta skotið, væntanlega. 12 sekúndur eftir. Já, Nemanja fer að stað þeirra svona 5 sekúndur. 4. Já. Langur þristur. Og setur hann. Og bara klárar þetta. Þetta var létt. Þetta svíður rosalega. Þetta er mjög vont. Fyrir Snæfell. Flott byrjun hjá vestra, ekki nógu góð hjá Snæfelli, 36-11, 25 stíða minnur. Þannig kemur reynsluleysi líka svolítið í ljós, einmitt bara til þess að við síðasta skoti, að hann verður að bara setja press á boltanum, láta hann dræfa frekar heldur en að fá bara, eins og hann stóð þannig að metra frá honum í skotinu. Hann var bara galopinn hana. Og þannig að þetta er svona smá lyktar svolítið af svona reynsluleysi. Þannig að þetta, eins og segja, þetta gæti orðið svolítið erfitt. Það er komið 25 stiga munur í fyrsta leikluta. Þetta gæti orðið stórt. Já, þeir þurfa, það er spurning hvort prófunum að fara í svæðisvörn eða eitthvað svona brytt upp á okkur nýju í vörninni. Gæti alveg verið. Og þeir þurfa náttúrulega að finna lausnir í sókninni líka. Ég meina 11 stig er ekkert til þess að hrópa húrra fyrir svo sem. Ekki í fyrsta leikluta. Nei. En þeir eru örugglega eftir að koma eitthvað tilbaka. Ég gerir fastlega ráð fyrir því. Þeir náðu svona einhverju rönni. Það er oft þróun í þessum leikjum. Svona skiptingar Adaminn fyrir Nemanja. Ingu ákveður að hvíla hann. Já, ég held að það sé nú bara nokkuð skynsamlegt. Já. Þeir eru mjög erfiða leiki framundan.
Næsti leikur á móti Fjölni hérna heima. Sem að hérna einmitt var mjög spennandi leikur hérna. Síðast já og þeir, já, báðir leikinir. Báðir leikinir. Vestri vann fyrsta leikinn sinn, tapaði svo með einum í hérna, tapaði svo með einu stigi í framlengingu móti Hamri. Síðasta heimaleikju Hamri, tapaði með einu stigi. Þannig að núna verður spennandi að sjá hvað gerist í hvenær, segirðu, næstu viku eða ekki? Já. Eitthvað þannig. Fín boltarhefing hérna. Já. Ákveðnir. Gulli fær á sig, hérna ekki fær ólöglega hindrun. Dæmd á sig. Hreyfði sig full mikið í skrínum fannst dómarunum. Aron. Vestri heldur áfram með svæði. Ísak. Já. Flóter. Aðeins og langur. Glæsilegt frákast. Nei, þeir eru grimmir í sóknarfrákastunum. Þeir eiga það. Benjamin, Dominíkas. Gríftu boltan drengur. Beint upp með þig. Já. Þetta svolítið tilvíðanlega kennt eitthvað. Já, hann hefði átt að grípa hann kannski með báðum höndum. Hann hefði átt bara að grípa hann með báðum höndum og bara starta upp, sko. Sækja þessa villu. Eða grípa með báðum og fara bara strax upp. Í staðið fyrir að reyna að blaka honum hún í einu. Annarri. Ísak, flott vill, tekur á sig villuna og víti. Já, fínt. Þannig að opnuðu þeir þetta alveg. Já. Eins og ég sagði, mikilvægt að sækja þessar villur bara á körfunum. Fá frekar þessi 2 víti eða körfa góðu og víti en að keyra inn og senda út. Ég er nokkuð viss að þjálfarinn hafi sett þá skipun inn að vera grimmari að keyra inn í tegin og bara sækja villurnar. Já. Koma mönnum í villuvandræði og leysa út því. Já, og fá vítaskotin. Góð sendingu út. Gulli Galopin missir boltan. Aron Ingimar upp í þrist. Hann setur hann. Já. Hann heitir Ingimar Aron. Hann heitir Ingimar Aron. Þetta er verðið góður. Benjamin upp, duglegur, 2 stig. Sjáðu til. Þetta ber mun meiri árangur. Minnstu hvort eins og Frekar að fara beint upp heldur hann að leika sér að keyra inn og senda út. Júre. Hann langar að skjóta þarna. Hættir við. Já, Adam með höfðan stoppultímaður. Flott. Fímur. Ísaki. Hann fer upp í skot. Já, þetta það. Hann er búinn að vera að standa sig ágætlega í vetur, hann Ísak. Já, hann flott. Ég held að sé einn að stigaðastu í liðinu. Sem sagt Íslendingunum í liðinu, að verðstu. Hann er með meðtali 8 stig eða eitthvað. 8 stig, 7,5. Flott 2 stig á Adami. Já. Steinglemdi, við viljum líka óska Ísak til hamingju með að komast í U16. Já, Darrell Flake með þrist. Það má ekki skilja hann eftir hópinn. Ísak komst líka í U16 landsliðinu til hamingju með það. Steinglemdi að nefna það. Fullt af unglingalandsliðsleikmönnum hérna. Já. Og Ingimar með henni þristinn. Glæsileg. Þriði þristurinn hjá honum í dag. Þetta er eitthvað sem vantaði allt tímabilið. Já. Flott skot Ísak. Ísak upp aftur, já. Flott Adam. Hann er komið með sjálfstraustið í gang. Já, frábærlega gert. Klúðra. Vantaði að klára þetta hans. Alveg hreint. Þetta var flott hreyfing. Svigaði hérna milli manna og fór upp í ljúft layup en klikkaði. Aron, Ísak. Skrín hérna. Beint upp aftur. Hann fer upp, já. Þetta er það sem þau þurfa. Taka bara frekar þetta mid-range shot heldur en að keyra inn og senda út. Já. Júre og 4 þristur. Kemur. Flott frákast. Já. Næst í boltanum. Fín keisla.
Þetta er Þetta var nú svona nálægt í að vera blokk. Já, næst í boltanum. Fín keyrsla. Þetta er Þetta var nú svona... Fór alveg þvert yfir hausinum. Já, fór hann í hausin á honum. Já, ok. Það er 2 viti. Skiptingar, Egillinn, Gulli út af, Nemanja inn fyrir Adam og Hugi inn fyrir Júri. Já, klikkar á vitinu, það var hann. Vítaskita. Klikkar báðum. Já, hann fari annað. Nemanja fór á snemminn. Snemminn, já. Já, það er lust. Var 1 auka. Það er annað. Setja það niður. Skiptingar. Númer 66, Ellert út fyrir Aron. Snæfell er búinn að minnka munin einhver 2 stig. Hvað var, 6 stig frá hálfleik frá lok fyrsta leikluta. Það var 6 stig yfir minni mig. 36-11 í fyrsta. Já, fín boltarhreyfing. Flott hreyfing. Beint upp í skot og setur það á 2 stig. Á buzzernum. Já. Fótur. Það er innkast. Fylgst núna með kerfinu. Þeir eru með fínt kerfi í þessu. Þeir eru að opna fyrir mann sem köttar í gegn. Held ég. Eitthvað vandamál á borðinu. Já, það er eitthvað... Ég veit ekki alveg hvað það er gerst. Já. Það endar örugglega með leikhliði hjá þeim. Já. Dómaraleikhlið. Einhver vandamál á borðinu, örgulega skýrslunni. Já, það er 22 stiga munur. Það var ekki 26 stiga munur eftir fyrsta leikluta? Jú. Það er 25. Já, 36, 11. 25 stiga munur. Það er búin að ná aðeins upp. Aðeins að saxa á fórskotið. Þó að þetta sé nú svolítið sem það þarf að brúa, en þó. Það er ekkert spennandi að vera undir 22 stigum í fyrsta leikluta, sko. Nei, það er ekki. Ekkert mjög þægilegt. En það er alltaf gaman að spila körfubolta. Alltaf gaman. Það er bara þannig. Það er allir að skora í báðum liðum. Við erum dreifð stigaskorun. Já. Ingimar með 9. Hilmur með 5. Júra með 4. Neva með 10. Hugi með 9. Adam með 2 stig. Og Nemanja með 7. Ísak með 9. Dominíkas með 5. Benjamin með 2. Rúnar með 2. Aron með 3. Og Darrell með 3. Það verður gaman að sjá hvort þeir halda áfram í maður- og mannvörninni, Snæfell. Já, dómaraleikhlið búið. Hvort þeir vilja prófa svæði. Bæði liðin voru allan búin að skrifa eitthvað upp hjá sér.
flott mæting. Alveg þurfti að vera að dreifa út þriðjustúkuna. Já. Ellert galopinn þristur. Það klikkar en Nefmanni næði frákastinu. Og Ingimar. Yfir á Nebósa. Galopinn Egill. Nebó. Já. Taka sinn tíma, give and go. Já, kom hann niður, verða doppeltíma. Já, þá setur hann út. Þetta var léleg sending hjá honum. En hann klárar þetta, þetta er sóknarvilla. Þetta er krókur. Hann áður til að gera þetta. Krækja svona málbóðunum. Þetta verður gjarnan mun svona augljósara þegar hann er með minni mann á sér. Dominíkas, Benjamin, Ísak. Já, fín. Ellert. Fín þeyfing. Greg. Dominíkas upp í tvist. Klikkar, Nefmanni frákast. Nefmanni tekur frákastið. Það er alveg ljóst að þeir ætla... Nei. Það er alveg ljóst að þeir ætla að keyra á taka hraðaflöfin á þetta. Hugið var eiginlega bara svona... Flott hreyfing hjá Dominíkas. Cherry picka, eins og segjum. Það fór bara fram leið og skoti reið af. Flott frákast. Beint upp, feikar 2 and 1. Já, það var vel gert hjá honum. Flott hreyfing. Feikar hann upp og... Feikar 2 og upp. Þið sér það, þeir voru tónað tveir Snæfellsmenn í sóknarfrákastinu. Á meðan það var bara 1. Á vestra. Á vestra. Það er ekki að stíga nú vel út. Þannig er það sem við kallum elevator screen og Ingi var að setja þristinn. Það er aðeins að finna fjöluna sín í dag. 4. þristur. Já. 4 af 5. Það er bara ljómandi flott. Það er fínt. Dominíkas, Benjamin. Já. Ellert, Ísak. Þeir spila hana bara uppi. Já. Flott Eurostep. Þetta var virkilega flott en óöfnum að klára þetta ekki. Já. Já, þetta er vel gert. Vá, hann er bara... Hann er svo góður í þessu. Og það er líka svo erfitt að blokka. Það stekkur svo hátt upp. Það er svo fiðrildi. Já, það er alveg hreint. Þetta er svo mjúkt allt hjá honum einhvern veginn. Einmitt. Það lítur allt einhvern veginn svona auðveldlega út en það er það ekki, sko. Óöfnum með sendinguna þarna. Það eru skiptingar. Aron inn fyrir Dominíkas og Egill út af og Ingimar út af. Og Hilmir og Nebósa. Og Nebó. Nebósa út af. Já, Ingi hefur alveg efni á að rótira öllum og hreyfa bekkinn ansið vel núna. Júre, Hilmir skrín, nei Hugi skrín. Já, fínt. Þeir eru að láta rúla svolítið vel, þeir dobla. Já, fínt. Einu aukastending, þetta er æðislegt. Þetta er svo gaman að sjá þetta. Og hann setur hann. Þetta er ekki flókið þegar menn bara eru á sömu blaðsíðunni. Þetta er fallegt. Og hreyfa boltan. Þá þarf þetta ekkert að vera snúið. Ísak. Ellert. Aron. Flott kátt hjá Ellerti. Já, hann er bara hrættur að fara upp. Já, hann var skítrættur við hann. Hætti bara við og sneri sér og tók eitthvað mjög flókið skot í staðinn. Ég bjóst nú að myndi þetta með skref hann. Var þetta skref? Nei, ég veit það ekki en það leiti einhvern veginn þannig út. Nei, hann setur bolta fyrst niður svo stígur í vinstri. Skipting, Viktor inn fyrir Ísak. Og Nefmanni víti. Það setur hann.
Og seinna viti líka. Já. Örugt. Benjamin. Ákveður að keyra inn, senda út. Aron. Flott skref. Það er bara ákveðið hjá honum. Þetta er ekki auðvelt. Flott keisla. Já, fín keisla. Tók þetta dræfinn niður og ætlaði að klára með vinstri hendar leið uppi. Guðmundur, Hugi, Júre, Hilmir galopinn, hættir við, Guðmundur. Boltarheig, sjáðu. Þetta er fín boltarheig og opinn skot sem menn er að fá. Úff, þetta var nú óþarfi. Þetta er tilgangslegs villa. Úff, þetta var nú óþarfi. Það er leiklega Snæfell. Hann þarf að láta menninu sig að skora aðeins sem vera. Þetta er allt og auðvelt hjá Vestra. Núna er að nálgast 29 stömmunur. Já. Og þeir eru svona svolítið lúpulegir hérna á bekknum, það verður nú alveg að segjast. Þetta er, þegar maður er komin í þessu stöðu þá getur verið erfitt að snúa sér úr því. Úr svona stöðu. En það þýðir ekki að gefast upp. Nei, það er bara að halda áfram alla leið. Menn með ekki leggja árar í bát. Þá eru menn ekki keppnismenn. Nei, það er satt. Engarskiptingar hjá Vestra, ekki heldur hjá Snæfelli. Aron fer á vítalínuna. Og setur fyrsta. Eitt víti í viðbót. Og setur bæði. Klárar það. Hugi. Júre. Og Villa á Viktor. Viktor, já. Sten glemdi að ég ætla að segja. Hilmir. Það er hérna gott skrín frá Nemanja. Þetta er fín hugsun hana. Stelur boltanum strax. Stelur boltanum, hann er ekkert að hása við þetta neitt. Það er bara að bæta fyrir miðstökinu, það er einmitt málið. Það er ekkert að svekkja sig á hlutunum, bara að keyra og bæta upp fyrir það. 5 sekúndur eftir á skotklukku. Og langar þristur. Flott frákast, glæsilegt frákast. Og Hugi beint upp, klárar þetta, ekki. Tekur sitt frákast. Og Nemanja. Hvað er í gangi? Magnað maður. Hvað er í gangi? Þetta voru 3 sóknarfrákast í röð. Já, bara sirkus. Vildi bara ekkert frá honni, helvits blessaði boltan. Blessaði boltan. Ellert, Darrell, Benjamin, léleg sending. Já, það var einhver vestra maður sem náði að slæða hendin í boltan og þessum leiti. Guðmundur hættir við. Og einnig viðbót, þetta var allt og lengi. Flott sending. Þetta var virkilega vel gert. Þetta bjó Nemanja til alveg þvílíkt pláss. Þetta er fínt svona skrín. Og þau taka þetta í 1 skot. Aron með boltan. 8 sekúndur eftir 7, 6, 5, Viktor. 4. Og þau ákveða að keyra inn. Ellert, þristur, Benjamin. Ákveða, gat alveg tekið í triplana. Ekki. Allana. Fyrstu 2 leikluti búnir. 58-29. Ekki góð byrjun á Snæfelli en
ágætis byrjun á Vestra, mjög góð byrjun. Já, samanskapið mjög góð byrjun á Vestra sjálfsögðu, 29. munur. Ekki alveg byrjunin sem að Snæfellingar ímynduðu sér. En maður sá það bara, stundum sér maður það bara á fasi liðana og leikmanna hvort þeir séu tilbúnir eða ekki. Vestramenn voru tilbúnir, þeir ætluðu sko virkilega að taka á því. Á meðan að Snæfell virkaði svona svolítið hikandi. Það þýðir ekki. Nei, það þýðir ekki neitt að mæti í körfuboltaleik og ekki gefa sitt besta. Nei. Allana, við tekum pásu og komum eftir, 7 mínútur, 8. Já, flottur. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight, we gonna let it rain. Tonight, we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight, we gonna let it rain. Tonight, we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain. Getum talað aðeins leikinn hérna. Jæja. Já, þá erum við komin á staðið sinni hálfleikinn. Nei, frábær sending hérna. Já, er þetta byrjað? Og Hugi bara klárar þetta með léttu liði. Menn voru ekki vaknaðir hérna. Nei, ég var ekki tilbúinn í þetta. Nei. Allana. 60-29. Vestri ennþá í svæði. Já. Flott skot. Nebósa Klikkar með á. frákastið. Við erum með 11, Tómas klikkar hann á. Ein auka. Og Hugi beint í þristin. Hugi er upp í þristin, klikkar, en þeir Snæfell með frákastinu. Númer Ígast kemur upp um boltan. Já, keyrir á körfuna. Fín boltarhefing hérna, Ísak upp í skot. Nei, Og blokk. Og hann er blokkaður. Dominíkas hættir við, sendur út. Fær hann aftur. Og það, með þessu 5 sekúndur eftir. Með þessu þá fáðu bara 7-5 sekúndur eftir til að klára sóknina sína. Og frákast. Sem er bara ekkert spennandi, sko. Það gerist. Þetta Nebo upp í þrist. Flott. Setur Þetta er Galopin. bara virkilega vel gert. Það má ekki skilja hann eftir. Alls ekki. Það má alls ekki. Dominíkas, Ellert. Ísak. Skrín á Tómasi. Keyrir á körfuna. Beint út. Dominíkas. Flott feik. Þetta er svona svolítið, það er eins og sé ekki alveg vissir hvað þeir ætla að Darrell. gera. Já, Darrell setur þristinn hana, bjargar þeim hana. Aðeins. Nebo, Júre. Fyrir upp í þristinn, setur það, svarar strax. Það lítur að vera ágefni fyrir Snæfell og varnarleikurinn. Og út af. Já.
Nebo upp með boltan. Þau taka yfir að róla núna. Það sér bara fylgist með þessu. Ég meina, menn fá algjörlega frið til að gera nánast hvað sem þeir vilja. Og þegar það gerist... Einu auka! Þetta er end one. Flott hreyfing. Já. Fljót og flott hreyfing. Já. Þegar menn stíga, sko, menn verða að vera í kontakt. Þess að íta mönnum út úr því sem þeir vilja vera að gera. Já, hann var alveg. Þeir stilla upp bara eins og þeir séu bara 5 á engan og hlaupa í gegnum kerfin þannig. Eins og þetta sé ekki neitt. Hann var alveg galopinn hérna. Já. Setur vítið niður. Klára þetta. Alveg með besta víta nýtingu í liðinu. Jure 85%. Þeir halda áfram að hérna spila hérna fyrir utan. Já, fín hreyfing en óheppinn að klára þetta ekki. Frábær. Hann hættir við Hilmir galopinn. Já, þetta var vitað. Dominíkas tippar boltanum. Það er ríkast. 13 sekúndur á skotklukku. Nemanja kemur hann inn á Nebo. Sendi út. 10. Þetta er glæsileg hreyfing. Það er svo fallegt að sjá þessar hreyfingar hjá honum. Það eru svo smúð, sko. Það er allt svo áreynslulaust hjá honum einhvern veginn. Nebo stelur boltanum, frábær sending og beiti á Jure og sem tekur leiðið. Já, tilbúin í tróslu. Þetta er ansi svart. Það er Snæfelli, það er nálgast 40 stöð munum. Ellert, Dominíkas, Ísak. Þetta er skrín, fín sending. Þetta er fín boltarhefing. Og Ellert. Þetta er alls ekkert slæmt. Flott bolti. Þetta er bara virkilega vel gert. Bara ofinn að setja þetta ekki. Já. Flott hreyfing. Ég klára þetta ekki. Þarna var smá kontakt. Þá séu hvað gerist. Menn fara aðeins úr jafnvægi. Það er það sem þannig á þetta að vera. Wow, þetta var alveg stutt. Það er ból úr... Stelur við boltanum og... Það er ból úr... Stelur við boltanum og... Sérstætt þannig að þetta eru ungir og snöggir leikmenn. Ísak. Einu auka. Já, fín. Dominíkas, Darrell galopinn. Darrell upp í þristinn. Setur að sjá hvað hann er seigur þessi gaur. Gamli seigur. Alveg. Með þetta. Nebo, Jure, sjálfsög fara bara á minni manni. Já, það vil að... Ég veist að þetta verður blokk. Fleik við kynna það undir eins. Skiptingar. Ellert út af fyrir Benjamin og Ísak inn fyrir Aron. Og þetta var þriðja villan á Darrell. Ég megi ekki missa hann elsta... Nei, hvað segir maður þetta? Reynsluboltan út af. Já, reynsluboltan út af. Allan var Júra setja fyrsta víti onni. Og annars líka. Já, klára þetta. Darrell, flott vörn hjá Hilmi. Það er fín. Dominíkas. Aron galopinn. Galopinn skot, setur það. Já, vel gert. Hann langaði þetta fyrir skotið hann upp á sjá en hætti við. Já, fín boltarheyfing. Einu auka. Sko, þarna. Flott hreyfing. Já, klárar þetta. Þetta hefði viljað sjá sendinguna strax. Í staði fyrir að hika og... Feika. Já, í staði fyrir að feika og bara... Þá hefur bolti getað gengið allavega niður í horn í galopinn skot. Ekki það, þetta endaði náttúrulega bara ljómandi vel samt.
enga síður. Aron, Benjamin, Dominíkas, keyrir vel. Já, það var vel gert að Hugi, þetta var vel gert að Huga þarna. Já, frábær sending maður! Hvað er þetta? Þetta er bara galopin. Þetta er greinilega eitthvað sem þeir hafa ákveðið að gera í þessum leik. Vera duglegir að keyra fram, keyra á það. Það er erfiðleikum með að stoppa þetta. Aron Darrell upp í fjórða. Ekki gefa honum skotið. Þarna fór hann upp undir, já. Stígur út af. Já, stígur út af. Það gaf þess að no-look setningu sem var mjög erfitt og löng. Bara horfir þarna og sendir þarna. Akkurat. Hann las þetta hann Aron, sýndist mér. Þetta er líka alltaf löng sending. Nemanja. Nebo. Það er skinn sem er bara, flott. Þetta er tæknivilla. Nú er hann, hann er bara, þetta er smá pyrringur, það er allt í lagi. Þetta er samt ætti að vera tæknivilla allan á, sko. Já, ég held að bara ljósi stöðuna þá sé ekki verið að gera mikið mál úr þessu. Örugglega ekki. Hún fannst þess að hann hefði verið að krækja utan á sig, sem hann kannski var einhverju leyti. Nei, hann bara setti rassinn í hann og hann sló bara boltan beint út. Já. Það hefði þetta farið í hann, þá hefði hann sannlega mikið tæknivilluna. Já. Og hann setur víti ofan í. Setur fyrir að víti. Hann er ágættis vítaskipta hann Júri. 85%. 85%. Já. Það er hann. Þetta er Snæfellsliðar. Með það hérna. Hann Júri er 85,2% vítaskipta. Besti í liðinu. Já, það er ljómandi gott. Benjamin. Aron. Já. Dominika Darrell. Ákværa. Aron. Það er 5 sekúndur eftir. Klikkar á skotinu, já. Júri frákast. Nebo kemur upp með boltan. Sjáu, hann er bara eins og... Hann er eins og ballettdansari. Hann er eins og ballettdansari, sko. En það sem ég ætla að segja, hann er bara eins og... Bara eins og að spila á móti 5 ára krökka, bara gerir hvað sem hann vill þannig, sko. Já. Bara líka sér ekkert að hann feikar svona vel með hausnum og menn er að falla fyrir þessu svolítið. Já. Benjamin. Já. Gert vel með. Fín vörn hérna. Það er skipting. Rúnar og Ísak kom inn á og út af fyrir Dominíkas og Tómas. Darrell, Ísak. Benjamin. Aron. Já, þetta er bara galopið skot. Galopin klúrar. Frákast, Nebo. Flott sending. Þeir geta ekki neitt, sko. Nei, þeir geta ekki stoppað hann þarna. Ekki þannig sem komið svo góð stöðu, sko. Mjög sterkur líkamlega. Þeir verða bara að brjóta, þetta er bara skynsamlega gert. Þeir eru komið svona undir köruna með boltan. Hann fær ekki eins og vítið. Var hann komið, sko? Nei, hann held ekki, sko. Hann bara... Sjáum þetta. Nei, Hvað gerist þarna? Nei, hann held ekki, sko. Hann bara... Sjáum þetta. Nei, Og skorar að fara vill og auki. Þetta er bara virkilega vel gert. Skiptingar. Gulli inn, Nebo út, Hilmir út og Nemanja út. Inn kemur Adam, Ingimar og Gulli. Ég ætla að segja Aron. Vá. Já. Alla hana. Nú veit ég ekki hvað það er í gangi. Ok, við höldum áfram. Upp í víti og klúrar. Fátt frákast Darrell.
Ísak. Já. Stelur boltanum, Júre. Stelur boltanum. Og klárar þetta. Þetta er bara virkilega gert. Virkilega vel gert. Hann er komið 18 stig. Bara auka sending. Benjamin Galopin. Þetta var bara vel gert hjá honum, Ísak. Nær að klára skotið og Gulli kemur aðeins og seinni í hann hana. Hann er mjög duglegur að skjóta sig. Leipur undir hann. Já, duglegur að skjóta sig tveggjast eða skot. Já, stuttur svona mid-range, milli-jumperum. Mjög segur í þeim. Það er vítaauka. Og hann er einn af þeim sem var að komast í landsliðið, ekki? Jú, Ísak? 16. Mjög flott. Það er ekki ástæðalausu, svona með hvernig hann er búinn að spila, minnst kosti, í þessum leik. Hann er búinn að spila ágætlega alveg þetta. Mjög flott. 9 stig, 4 fráköst og já, það er bara flottur leikur hjá hann. Hugi, Adam, Nebo, Ingimar. Já, flott. Adam. Gulli, já, hann fær nógan tíma til að skjóta en það klikkar. Ísak, annað frákast. Flott. Annað blokk Hugi. Þetta var fín tilraun hann hjá Ísak. Það var svona mörkunum að vera skref hjá honum reyndar. Tæpuröði. Ísak. Ísak að skrín hérna, Gulli mætir honum. Ingimar. Löngsending til Arons. Benjamin. Ísak. Já. Þeir nota þessar bara þau keyra inn, kasta út, keyra inn, kasta út. Þeir leita ekkert að þessari villu eða þessu sniðskoti hana inni sko. Nei, þeir eru pínu svona hikandi, eins og ég segi. Frábær sending. Brotið á Huga. Það er svolítið sérstakt að það skulle vera hægt að senda þessa sendingu. Já, svona bara inn þvert í gegnum miðuna. Það á ekki að vera hægt. Verður er náttúrulega bara að byrja að leika sér þessum 85-40, þannig að 35 stiga munur. Setjum fyrsta. Og annað líka. Skiptingar, Hugi inn fyrir Helga. Ísak, Aron. Já, þetta er sem við talum, bara inn, út. Já, og svo missaði boltan inn að þetta er svolítið máttlust, það verður nú bara að segjast. Því miður. Nebo, flottar hreyfingar. Þetta er mikið dripplant. Gulli, Galopin, hittir ekki. Flott frákast. Aron keyrir upp. Þetta, hann tæpur hana. Já. Og verst er bolti. Nebo. Þau taka þetta í 1 skot. Já, lítið eftir. Lítill munur og leik og skotklukku. Það er engin einhver sekúndubrot bara. Frábær sending. Já, vel gert. Vel klárað hjá Gulla. Þetta var flott. Náðu hérna. Og Aron, setur hann. Setur hann. Klárað hjá Gulla. Þetta var flott. Náðu hérna. Og Aron, setur hann. Setur hann. Smá bros hjá honum er þessi. Sneri sér og bara ítir boltan upp. Já. Það er alltaf gaman að skora svona körfu.
Þó að sé nú kannski ekki og maður sé nú geta að hoppa hæð sína þegar staðan svona. Nei. Svo sem. ef þetta myndi vera tæpari leikur þá myndi alveg. Annar mál. En það eru engir í villuvandræðum hjá Vestra. Það Gulli með 3 villur. Hjá Snæfelli Darrell kom með 4 villur, þannig að hann tæpur. Gamli baráttuhundurinn. Hann búinn að vera í deildinni rosa lengi, eða ekki? Já, hann búinn að vera mjög lengi hérna. Nokkur ár. Hann alveg með þetta, sko. Leikmannaferill. Kom til Íslands árið 2008, það var Skallagrímur. Já, byrjaði þar. Það getur með þess að vera, hann hafi byrjað fyrr. Gæti verið, ég ekki veist. Hann var á flakkinu. Já, ég nokkuð viss að hann hefur byrjað fyrr heldur en 2008. Það kemur mér ekki á óvart. Ég held hann að ég fór ekki að hugga það. Allana, heldur bara áfram. Já. Rúnar. Já, ekki bara stelur boltanum hérna. Og tæpur út af. Já, tæpur. Góð tilraun. Góð barátta. Nú sérðu það bara 14 sekúndur á skóklukka þegar fá boltan á svona hérna mikið. Ellert. Dominíkas. Benjamin. Já. Tapar boltanum. Rúnar. 2 sekúndur. Þetta Gustaf. Þeir klikka hana, já. Helgi Galopin. Nú vantar einhverja smá hreyfingu. Já. Gummi hættur við. Kemur inn á Helga. Já. Krækir. Þetta Krókur. Sóknarvilla á Helga. Hann lærir á Nemanja. Já, hann er búinn að fylgjast alltaf mikið með honum. Rúnar. Ellert, nei, Viktor Sig. Það vill á Ingimar. Dominíkas. Benjamin. Ég held að Snæfells kom með ekkert plan í hennar leik. Bara keyra inn og senda boltan út. Já, og þetta er alveg málið. Þú getur ekki verið að stoppa mikið inn í teig með boltan og svona hugsa 4-5 sinnum hvað það ætlar að gera. Guðmundur þristur og setur hann. Jöp. Þarna vantaði varnarleikinn. Það var Galopin skot bara. Og þau stoppa. Þetta tekur alveg margar sekúndar af skotklukkunni. Já, Adam, Adam næstu búinn að ná frákastinu hann. Viktor. Og Ingimar stelur boltanum. Langur bolti. Og Helga. Og hann hættir. Skemmtileg. Guðmundur hann með þristur og setur hann. Já. 95-43. Nú á að keyra. Nú finnst mér bara að keyra og svona run and gun. Kemur ekki óvart að það er svona Villa þemað hjá Vestra það sem eftir er. Guðmund. Nei, þau ætla ekki að gefa þeim pásu núna. Það er oft, þegar staðan er svona, þá verða menn pínu kærulausari í vörninni en það er að segja liðið sem er svona mikið yfir og það er mjög algengt að þeir fari svo bara og keyri á og skjóti bara fyrsta mögulega tækifæri. Það verður gjarnan svona tilhneigingin.
Já, og einu viðbót. Helgi. Hann sækir villuna. Vestri hættir ekki að sækja á körfuna, bara að skjóta hvað sem þótt að séu bara að vinna með, hvað er þetta, 52 stigum. Já. Ef ég sé að reikna vel. Já, þetta er rétt. Og hann setur fyrsta. Helgi fyrir vítið. Örugur á vítalinu á Helgi, þannig að heldur segja það með 100%. Hann er 75. Hæ? 75. Það var 75, já. Dominíkas. Já, Viktor. Snæfell veit ekki hvað þið gera við þessa svæðisvöld. Nei. Dominíkas út á Ellert, auka sending, Viktor feikar vel. Já, og Flóter. Kemur. Flóter hann aðeins. Það er ekki að klára hann. Gulla. Gulli róluðu bara, stillir þessu upp. Guðmundur, galopinn. Nei. Hættir við. Það skilur sannlega gert. Ég held að hann myndi að taka þetta skot. Já. Og núna kemur það. Auka. Nei, klikkar. Þetta var ómikið hérna. Ómargar sendingar. Það var bara fært skotum. Ómikið af krúsidúlum. Vestri á boltan, það var uppkast. Sex mínútur eftir. Aron. Kemur hérna elevator screen eins og það kallað. Og Gummi! Nei, klikkar. Ingimar stelur boltanum næstu í. Dominíkas inn. Þetta er bara flott. Já, rúnar upp. Já, hvað þeir skora. Það var komið dágóðu tími síðan við skoruðu síðast. Já. Ingimar. Gulli poppar út. Auka sending. Fín boltarheying. Stuttur. Opinn hann Helgi. Gerðu vel Ellert. Þetta er fín boltarheying. Og setur hann. Ellert. Tekur nærri sér fyrstu stig, segi ég. Og Gummi ákveður bara kerinn, sér engin hjálp. Hei. Ég hef nú haldið að hann ætti að fá villu þarna, en þetta hefur kannski bara verið mjög lítið. Mjög lítið kontakt. Ná, þetta var engin. Hann fór bara með hendurna beint upp. Já, hann fór beint upp. Engin hægt. Hann Sturla skrifa til okkar en að Flakes byrja að spila 2002. Já, með dattaði í hug. Með KR. Já, akkurat, með KR. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Stulli. Og Ellert fekk sinn annan frist. Hann er bara byrjaður að hitna hann Ellert. Komin í gýrin. Feikaði Gulla mjög mikið hana. Gulli tók alveg, Já. Já, Gulli, Helgi keyrir inn og fær hérna. Sækir villuna. Það er 2 skot. Nú kemur Rúnar inn á fyrir Ingimar. Rúnar inn á. Nú já. Og setur sig þriðja víti. Hann er 100% að línunni í kvöld. Ingimar átti flottan leik í kvöld. Hvað var hann með? 12 stig. Já. Það var fínt. Og setur... Helgi setur bæði vítin. Bæði víti. Benjamin. Já, Gummi er næstu búinn að stela boltanum hana. Viktor, Ellert. Benjamin og Kristófer tvíburarnir líka. Og hann ætti við flott feik. Já, vel gert. Og Helgi nær ekki boltanum. Skref. Já, það er brotið á Benjamin. Kristófer og Benjamin, tvíburarnir. Líka. Allána, það er 99-51.
og setur fyrsta. Komið 3 stig og klikkar á öðru. Adam frákast. Það var bara skynsemi sem ræður. Helgi tapar boltanum. Dominíkas. Floskinni og Rúnari sendur út. Það svolítið gjarn að gera þetta Dominíkas. Dræfar inn, hoppar upp og óviss með sendinguna þegar hann hoppar. Já, tippaði boltanum inn. Viktor, já. skellur þessu svona í. Hann keyrir inn. Hættir við. Nýr við. Adam fær boltan, já. Og Gummi, 50 þristur og setur hann ekki. Nei. Hann plakar hann inn, nei. Grífti boltan. Dominíkas. Þetta er flott. Þetta er bara hraðflögg. 101. Þetta vantaði eitthvað, þetta er búin að vanta þetta í byrjun leiksins. Já. Helgi. Samanskapið vörnin hjá Vestra ekkert upp á marga fiska núna. Nei. Flott reyfingi á Gulla. Nei, á Guðmund segi ég. Gulla hérna boltanum. Hann hættir við. Gefur frekar sendinguna heldur hann að taka bara skotið. Og Helgi stilur boltanum. Setur góðas, já, vel spila hér. Flott. Vel gert til Rúnari, fín sending þarna. Við klára þetta með auðveldur leiðupi. Helgi komið 6 stig. Já, þetta er bara 8 sekúndur. Það eru bara 7 sekúndur eftir, þeir eru búin að vera dingla svolítið með boltan hérna fyrir utan. Adam frákast og eiginlega styrur boltanum, hann kom honum óvart og vill að færa 2 stig. Já, þetta er löngu fyrir skotið. Já, það er samt sem að bónus. Það er 3. villan á Adam. Adam út fyrir Egill og já. Var það ekki Adam sem átti sinn í 7? Jú. Já. Sem að, já. Og allir elsku Adam. Og svo var hann ekki heldur lengi í Paradís. Nei. Minnir mig. Ja, hann er búinn að vera í Paradís í kvöld, sko. Já, hann er búinn að eiga flotta innkomu. Hérna, Rúnar, Egill, Helgi. Já, látið boltanum að vinna, sko. Það er... Helgi tapar boltanum aðeins. Langur þristur! Þetta er ekki skynsamlegt. Það er 10 sekúndur eftir og hann er að grípa boltan og skjóta í erfiðri stöðu. Það var nú eitthvað. Nægilega sér í highlights, myndum að segja. Ísak, Viktor, þristur. Já, spjaldi honum. Ég held hann hafi kallað það mér þess að. Ég vona það. Segð mér þá. Ég vona það. Mér heyrðist það. Guðmundur. Já, þetta á Gulla, yfir á Helga, Helgi keyrir á Gulla. Helgi keyrir inn. Út aftur á Gulla. Flott feik. Gulli feika hérna og Helgi frákast. Helgi stelur þessu og setur auðvelda korfið hérna. Komum 8 stig. Ísak. Rúnar með fína vörn, heldur hann fyrir fram þessu. Já, sko, nú er 8 sekúndur eftir, nú erum við búin að vera að dingla með boltan hérna frammi. Sjá, og þau fara bara í mjög erfitt skot, þetta er bara feita veginn. Já, samt, já, ok. Setur það samt, þetta er bara samt mjög erfitt skot. Já. Þetta er svolítið sérstaklega að skuli ekki reyna eins og staðan er núna að koma boltanum aðeins inn í og út. Inn og út. Rúnar upp í þristinn. Þristur, kvittir ekki. Viktor. Og þau skjóta sér. Skjóta. Já, vel gert hjá Gulla það. Góð barátta þarna. Góð barátta, hann hættir ekki. Hann er ekkert hættur. Og Rúnar reynir heyrðu, þetta er nú bara... Og stígur yfir hann, halló. Hann var svolítið reiður hann hérna, Tómas. Tómas, já.
Og ég skil hann alveg. Skiljanlegt, já. Skil alveg hans reiður. Þetta hundleiðilegt. Þegar staðan svona. Rúnar víti. Setur fyrsta. Já. Þetta flott. Allir í leiðinu búin að skora nema Egill. Greiði strákur henn. Ég vona að Nælur segir síðustu stigin á endanum. Og setur bæði. Já, setur bæði. Viktor sagði þeir svo líka ef við standa svona langt frá þryggjasteglinni geta þau ekkert gert mikið sko. Nei. Vestri er ekkert hrætt að gefa þetta skot. Þetta mjög verkefnilegt. Og Vestri hættir ekki. Leita Agli. Hefði átt að grípa boltann hann og fá sér. Ég held að Egill hafi ekki búist við sendingunni hann. Nei, ekki svona overhead sendingunni. Nei. En hann reyndi. Allána, þetta búið. Vestri 105, Snæfell. Neymaður Nælsir stærsta stig hérna. Þetta vill að Gunnar, tilgangslaus villa. Stígur fyrir hann. Og til þess að, já, ég veit nú ekki. Kannski tók hann þessu villu bara til að fá sér einu skot í viðbót. Og hann klikkar fyrsta. Ísak. Og hittir aðri. Setur hérna. Ég veit ekki hvort það er bara að klára, láta hann renna út og fljóta að gera það bara. Segðu það. Jájá. Og þetta er búið. Flottur leikur. Ef hann farið við statinn. Já. Ingemar með 12, Hilmir með 10, Gulli með 2, Júri með 18, Helgi með 8, Nebo með 17, Rúnar með 2, Hugi með 17, Gummi með 6, Adam með 2 og Nemanja með 11, Ísak með 14 á Snæfell, Viktor með 5, Dominíkas með 8, Benjamin með 5, Rúnar með 4, Aron með 11, Darren með 9 og Ellert með 7. Já. Þetta var ágætis leikur. Mikið að gera Já, fyrir vestra. Fyrir vestra, já. Samanskap ekkert sérstakt fyrir Snæfell að sjálfsögðu. Þetta náttúrulega. Ég held að þeir séu ekkert voðalega sáttir. Örugglega bara frekar svektir og byggust örugglega við meiru. Náttúrulega mjög erfitt fyrir Snæfell einmitt núna. Þetta er mjög ungt lið og ekki mikil reynsla í eins og þú sagðir í byrjun. Nei, þeir voru hikandi alveg frá upphafi og svona það bara svona hálfpartið sett í tónin. Leið og sérð að menn eru hikandi þá gengur þú auðvitað á lagið. Já. Og keyrir bráð og bara það þarf að vera svolítið svona killer instinct í þessu. Sjálfsög. En takk fyrir okkur í kvöld. Já. Við sjáumst í næsta leik móti Fjölni, heimaleikur. Takk fyrir. Takk fyrir okkur.